Sælt verið fólkið og velkomin með mér í fyrstu glettur ársins. Já, og þakka ykkur fyrir samveruna á síðasta ári. Jólin eru afstæðin rétt eina ferðina. Jólaljósin sem hafa veitt okkur birtu og yl í sálina undanfarnar vikur fara nú að víkja. Við hefjum leikinn hérna á Kaupfélagsvöllinn á Akureyri, förum síðan austur í Finnafjörð og síðan niður á Reyðarfjörð og endum leikinn á Egilsstöðum þar sem var 13. gleði í gær. Það er góður íslenskur siður að líta þessum öxl á áramótum, líta til baka og horfa til framtíðar. Ólafur Ragnar Grímsson, forseti okkar, hefur oftsinnis á síðasta ári minnst á nýjungar og ný tækifæri á norðurslóðum og hann gerði það líka í viðtali við okkur í glettunum. Ólafur telur til dæmis að þarna felist mörg tækifæri fyrir Norðlendinga og ekki síður Austfirðinga. Breytt staða norðurslóða, aukin áhugi sterkra efnahagsvelda í Asíu og Evrópu, auk Bandaríkjanna og Rússlands á norðurslóðum, næsta nágrenni Austurlands og Íslands. Það gerir líka landfræðilega stöðu Austfjarða mun sterkari í þessari nýju heimsmynd en þeir hafa kannski nokkru sinni verið fyrir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, hefur einnig miklar væntingar gagnvart á norðurslóðum og hann blæs á þær úrtöluraddir sem telja gullkistu norðurslóða ekki annað en hillingar sem aldrei verði að veruleika. Þvert á móti telur Sigmundur Davíð að gullkista norðurslóða sé nær en margur heldur. En nú eru Íslendingar að kveikja á þessu, hversu stórt þetta er og stjórnvöld munu gera hvað þau geta næstu árin til þess að þoka þessu áfram. Og það er ekki bara stjórnmálamenn sem að velta tækifærum norðurslóða fyrir sér. Efla er eitt stærsta verkfræði og ráðgjafafyrirtækið hér á landi með það bil 300 starfsmenn, þar af eru 15 á Reyðarfirði. Auk þess er Efla með 7 skrifstofur utanlands, þar af 2 í Noregi. Hafsteinn Helgason, byggingaverkfræðingur hjá Eflu, kynnti verkefni stofunnar á norðurslóðum á ráðstefnu á Hallormsstað nýverið og hann sagði vöxt í starfseminni í Noregi svo dæmi sé tekið. Og starfsmönnum í Noregi einu og sér mun fjölga væntanlega 30 manns og það er meira að minna tengt umsvifum í olíugeiranum, beint eða óbeint. En í dag vinnum við að 7 verkefnum í olíuiðnaðinum í Noregi og við erum konir inn í Kanada í olíuverkefni, þannig að við þekkjum þann væng vel. Fyrir nokkrum árum hófu Eflumenn að vinna að skipulagsmálum fyrir Vopnafjörð og Langanesbyggð, þar sem meðal annars var horft til þess að gera ráð fyrir hafnarmannvirkjum sem getu henta til þjónustu við hugsanleg umsvif vegna olíuleitar á Drekasvæðinu. Og niðurstaðan af því var svo að Vopnafjörður er besti staðurinn fyrir hafnarstarfsemi í litlum skala og að besta staðsetningin fyrir þyrluflugi væri væntanlega hérna á Egilsstöðum. Í tengslum við þetta verkefni þá duttum við beinleinis niður á Finnafjörðin. Í Finnafjörði hafði verið áður skilgreind iðnaðarlóð tengt við Gunnólfsvík en enginn hafði gefið henni mikinn gaum vegna þess að hún var á eyðilandi og engin raforka þar að fá, enga raforku þar að fá, þannig að þetta var svona í dvala einhverjum. Hafsteinn benti á í kynningu sinni að fljótlega hafi þeir hjá Eflu komist að raunum að fulltrúar frá mörgum löndum voru að leita eftir hagstæðum stöðum fyrir stórar umskipunar og olíuhafnir. Því strax eftir síðustu aldamót hafi menn átt að sig á þeirri staðreynd að líkindi væru til þess að siglingar norðurslóðir gætu opnast. Enginn hafi hins vegar átt að sig á því að það geti gerst jafn hratt og raunin hefur orðið. Engin reiknilíkun sem hafa verið að reikna út breytingar á norðurslóðum varðandi ís hafa reiknað rétt. Og til dæmis milli áranna 2011 og 2012 þá minnkaði flötur ísflatarins, sumarísflatarins það bil 900.000 ferkilometra. Það er 8-falt flatamál Íslands og þetta eru alveg gríðarlega breytingar. En ég tek fram, þetta hefur gerst áður að svona miklar sveiflur hafa orðið og það hefur aftur komið ís. En það sem er að gerast er það að ísflöturinn og ísþykktin er að minnka á öllu þessu svæði og því er hægt að segja það með góðri svona samvisku að stór hluti þessa skjaldar sem er hérna á norðurhveli
að fara að hegða sér svipað eins og ísinn í Eystrasaltinu. Þunnur ís sem hægt að fara í gegnum með réttbúnum skipum. Og það eru flutningaskip sem sigla Eystrasaltið jafnvel þó ísilagt sé. Fremst í fylkingu ísbrjótur, rússneskur ísbrjótur, en rússar gera þar kröfu til þeirra sem fara þarna í gegn að þeir séu í fylgd með ísbrjóti og þeir þurfa að borga fyrir þá þjónustu. Og mér var sagt að svona eðlilegum kringustæðum, það fer eftir hvaða farmur en svona Panamaskip klassist að borga $200,000 fyrir það að fara þarna í gegn. Það lá fyrir strax í upphafi að sveitarfélögin á norðausturhorninu hafa enga burði til þess að ráðast í fjárfrekar framkvæmdir við hafnagerð. En heimamenn og starfsmenn hjá Eflu urðu þess fljóttvarir að það var bullandi áhugi hjá fjárfestum víða erlendis. Þjóðverjar reyndust heitastir. Svæðið mjög ríkt allt saman. Það má eiginlega líkja norðurslóðum við frystikistuna í kjallaranum hjá okkur, en við vitum að það einhverjar auðlindir þarna, eitthvað sem við getum nálgast. Og það sem að gerast með þessa blessuðu frystikistu það að lokið að opnast á þess að við sjöum að snertana. Og það bara þannig að það sem í kistunni, það ekki bara í eigu einhverja grænlendinga eða rússa, það líka á alþjóðlegu svæði og það bara eðli málsins að taka það sem hann getur með sem einfaldasta hætti. Og það nákvæmlega það sem að gerast á norðurslóðum, að við erum að fara að ná í auðlindirnar og færa þær þangað þar sem við þurfum að nota það. Grænland í raun djúp frystikista sem við vitum eiginlega ekki hversu djúp en hún geti verið alveg ferlega djúp og það best að búa til góða tengingu við hana fyrir Ísland og Austurland. Ég get sagt það hér, það kannski einhverju sem við tafði nú þegar, að það norskt fyrirtæki að fara að koma sér upp aðstöðu á Íslandi innan nokkur ára og að skipuleggja sig varðandi það í olíuleitinni. Það tækifæri fyrir Austurland. Þjóðverjarnir eru búin að fylgjast með þessu málum á norðurslóðum síðan árið 2000 og af krafti síðan 2010-2011. Þannig að við komum með pakkan alveg á réttum tíma þannig að þeir voru fljótir að taka ákvörðun. En ég get sagt ykkur það að við fórum mjög víða. Við heimsóttum eigendur hafna víða í Evrópu og meira sér til Bandaríkjanna. Þjóðverjarnir voru bara langbest undirbúnir af öllum og voru tilbúnir að taka ákvörðun hratt. Og hún var tekin í desember 2012. Hafsteinn segir mikilvægt fyrir hafnir sem þessar að þar sé ekki vindasamt, að aðdýpi sé mikið og í landi sé mikið undirlendi. Allir þessir kostir séu til staðar í Finnafirði og Langanes veiti þar skjólið. Svona lítur skipulagið út. Norðanmegin þessi það bil tæplega 200 hektara iðnaðarlóð kennd við Gunnólfsvík og svo hérna sunnanmegin þar sem eru hafnir og Helluland, Saurbær, þar eru þetta gríðarlega mikla undirlendi og síðan bærinn Fell sem hefur nú aðeins verið í ábúendur og Felli sem eru hér, það eru hjón sem búa hér og eru með fjárbú og eru að hefja skógrækt. Þau hafa verið að tala það að þetta hendi þeim ekki, auðvitað skilur fólk, það vill ekki fá einhverja stóra höfn fyrir framan stofugluggan hjá sér, en svona nú bara lífið einu sinni. Þetta eru fáir einstaklingar, þetta ein fjölskylda sem sækir vinnu utan jarðarinnar líka, en það mjög ánægilegt að segja frá því að þessir aðrar vilja fara í skógrækt, því að Bremenports sem aðlarinn sem við vinnum með í þessu, þeir segja við munum fara í skógrækt, við munum ramma svæðið inn í skó og það ekki til þess að fara í trjávinnslu, það til þess að draga úr einum óvinni þessa svæðis og það skafreiningur og snjósöfnun inn á hugsanlegu gámaplönum. Hér bara við hérna kant 70 metra sjáaldýpi. Það að taka olíuborpall fljótandi þarna inn í fjörðin. Það rannsóknir sem framundan tengjast jarðfræði og umhverfismálum og landmælingum. Þjóðverjarnir munu fjármagna þetta að fullu og öllu. Á fyrsta ári, það sem næsta ári fara 45 milljónir íslenskar krónur í verkefnið og á árinu þar og eftir var þetta rúmlega 200 milljónir og í það heila áætlaðir á 3 árum þurfum 400-450 milljónir í þetta verkefni en inn í því forhönnun hafnarmannvirkja og grunngerðar. Opinber aðili, fullkomlega og algjörlega í eigu landsins Bremen, þeir önnur stærsta höfn í Þýskaland og 4. stærsta í Evrópu.
Þetta stærsta bílaútflutningshöfn í Evrópu með yfir 2 milljónir bíla og hér sjáum við aðal viðlegukantinn hér í Bremerhaven, hann 5 kilometra langur. Ég vil bara vekja athygli okkur á því að hér íbúðasvæði mjög nálægt og hérna líka og hérna norðurundan alveg upp við þetta svæði friðlýst svæði. Þetta friðland fyrir fugla og gríðarlega eitt stærsta friðland í Þýskalandi sem teygir sig alveg eftir strandlenginu þarna til norðurs og austurs. Þótt færa mig í rök fyrir ágæti Finnafjarðar margir stjórnendur sveitarfélaga á Norðurlandi og Austurlandi sem telja aðra kosti vænlegri, til dæmis Dysnes við Eyjafjörð eða Reyðarfjörð. Varðandi aðrar hafnir þá hef ég ekki sjálfur eða efla verið að vinna neitt í hafnarmálum á Reyðarfirði eða við Dysnes í Eyjafirði. Þjóðverðnir hafa farið í gegnum þetta, þeir hafa farið inn á þessi svæði. Þeir hafa verið að draga svolítið vagnin, það kannski kemur ekki alveg nógu skýrt fram eins og við höfum verið að prepara allt í þessa Þjóðverja. Það alls ekki svo, við höfum verið að kynna fyrir þeim valkostinu og unnið vissa forvinnu, en það kom okkur sjálfum mjög óvart hvað þeir voru búin að greina þetta mikið. Þeir segja, við sjáum tækifæri því að hafa þetta þarna líka, þeir líta á þetta sem bara vel tengjanlegt. Þeir vera átt okkur á því að Þjóðverjar, þeir eru vanir að keyra 150 kilometra í vinnuna á hverjum degi. Þeir segja, ef að kemur hérna ykkur höfn og vera ykkur atvinnustarfsemi og hér vera kannski 200-300 manns starfandi, en bara svo ég taki það fram að í fyrsta áfanga við þennan 1,6 kilometra langa viðlegukant horft til þess að innan við 100 manns starfi við höfnina. Og kannski 20 af þeim getur settið á Egilsstöðum og verið í bókhaldi. Þannig að við erum ekki að tala einhvern álver með 500 manns, við erum að tala mjög þægilega uppbyggingu í skrefum. En þeir segja, við munum njóta góðs af því að vera með tenginguna inn á Austfirði og inn á Norðurlandið. Þeir líta á það sem bara, við getum verið að taka fólk úr báðum áttum og þeir segja, og þeir hafa verið að stúdera það og fengi skýrslur það, náttúrulega þeir vita hugmyndum göngu gegnum Hellisheiði, þeir segja, ef að olíuævintýri fer í ganga á Íslandi, þá bora menn göngu gegnum Hellisheiði, það bara smámál. Hafsteinn og Sigmundur bentu báðir á að opnun siglingaleiðarinnar norðurslóðir skapaði ýmsa aðra möguleika en hafnagerðina sjálfa. Sigmundur sagðist hafa orðið var við áhuga fyrir ýmiss konar framleiðslu starfsemi á Íslandi, til dæmis bílaverksmiðjum, því markaðir í Asíu væru stórir. Hann sagði mikilvægt að sundurlyndi á Íslandi yrði ekki til þess að fæla áhugasama fjárfesta frá, því það voru fleiri þjóðir sem horfðu hýru auga til þessara tækifæra. Það að breytast sem að áður var mikil hindrun, hvað var það fjárfestingar á Íslandi, erlenda fjárfestingar eitthvað síst, að staðsetning landsins hentaði ekki til útflutnings. Miklu hagkvæmara að setja upp verksmiðju á Írlandi og geta farið þá beint þaðan með varningin til Bretlands eða í Hollandi, í miðpunkti samgöngukerfis Evrópu. En núna þetta samt að breytast og staðsetning landsins að verða mikill kostur. Þá getur myndast hér á Norður- og Austurlandi mótvægi við þennan þunga sem á höfuðborgarsvæðinu og landið vonandi loksins komist í betra jafnvægi. Það sakar ekki ef að menn gætu hvatt fólk til þess að fara að eignast fleiri börn, því að mér skilst að það þurfa að vera 20 ára til þess að fá að vinna á olíuborpalli. Þannig að þau börn sem að fæðast 2014 geta ekki farið að vinna á olíuborpalli fyrir 2034. Stefán, nú ert þú í sveitarstjórn og situr þar fyrir Framsóknarflokkinn. Sá maður hérna mörg barnsandlit í dag. Formaðurinn ykkar var að boða það að Austfirðingar þyrftu að taka sig til og fjölga börnum. Ætlið að gegna formanum? Já, ég var nú eignast barn fyrir innan við mánuði síðan, þannig að þið sjáu það að hér eru Framsóknarmenn hlýðnir og gera það sem að þeim sagt. Og ég held að það sé alveg rétt. Við þurfum að fjölga hér á svæðinu. Það er allar forsendur til þess. Hér er gott að búa, mikil tækifæri og hér getur öllu liðið vel og með sín börn og hér geta vaxið upp mjög blómlegar fjölskyldur. Já, þá er ég komin hérna inn í Hafnarhúsið á Reyðarfirði, eða Búðareyri eins og staðurinn hérna einu sinni.
Nú hérna svona, að því að mér sagt eins konar samkomustaður margra sem að sækja að höfninu og sumir kalla þetta hús meira að segja kaffihúsið 5 fiska. Og hérna sé ég upp á veggjum myndir og ýmissa speki. Hér nú til dæmis eitthvað sem ort Þorstein á Reyðarfirði. Þorsteinn minn, þú sem býrð í Hermes, eflist þitt vald og útbreiðist þitt ríki. Send oss með bíl vort daglegt brauð, eigi leið þú oss í skuldir, heldur leið þú oss að hokra, því þitt fljóstas hérað með sauðum þess og refum, lítur þér í framsóknar nafni að eilífu. Amen. Þetta var nefnilega eitt sinn faðir vor héraðsmanna, fórum með þetta í staðin fyrir hið eiginlega faðir vor sem að lærði nú í bernsku, því að hérna var kaupfélagið og Þorsteinn kaupfélagsstjóri og hann hafði ansi mikið valdi yfir fólkinu bæði á héraði og hérna niður á fjörðunum líka. Í kaupfélaginu fékkst það sem fólk vantaði. Fólk vantaði ekki það sem ekki var til í kaupfélaginu. En hérna hitti ég nú þá sem að ráða ríkjum á kaffihúsinu, Hafnarvoginni og þið heitið báðir Rúnar mér sagt. Jú, það er svo. Er það þá Rúnar betri og verri það? Já, það er svona eftir hver segir það. Og hvor er betri? Þú ræður. Það er eitthvað til þessu sem nafnið þið segir? Já, þetta er nokkur rétt hjá honum. Þetta er bara nokkur rétt hjá honum. Er þá stundum metingur á milli ykkar? Hvor er betri eða verri? Nei, þetta hefur nú bara blessast nokkuð vel. Gott samkúlar. Já, bara þokkalegt gegnum tíðina. En nú er Fjarðabyggð nær yfir mjög stórt svæði og margar hafnir. Þetta er eitt og sama batterið, ekki rétt? Jú, þetta er sameiginlegur hafnarsjóður, nær frá Mjóafirði og Suður og Stöðvarfirði. Hvað eru margir í heild sem að vinna við hafnirnar? Já, það má segja sér 9 fastráðnir, síðan erum við með mann á Mjóafirði og mann á Stöðvarfirði sem að sinnir þessu þar. Og ruglast þetta aldrei 2 nafnar hér á staðnum? Nei, það hefur blessast bara nokkuð vel. Ef einhver hringir og spyr Rúnar, hvað segir þú þá ef einhver spyr Rúnar? Já, hvort viltu tala við? Þann betri eða verri? Já, akkurat. Það er einn aðeins þegar konan að syngja hérna nefndi, þá talar hann stundum við mig eins og því að tala við hann. Það hefur stundum verið svona feimnilegt svolítið. Og hvernig fer á með ykkur? Mjög vel, mjög vel. Það er mjög vel á með okkur. Og er hún sátt við það? Hefur þau slítið símtali án þess að hún áttaði þessu á að hún var ekki að tala við réttan Rúnar? Nei, það hef hún aldrei gert og við erum oft langað til þess en þá hef ég ekki gert það. Það hefur ekki gert svona þess. Ert þú fæddur og uppalinn Reyðfirðingur? Nei, ég er fæddur og uppalinn Norðfirðingur. Og ertu Norðfirðingur ennþá þó sett komin á Reyðarfjörð? Já, ég held það. Ég held að ég sé Norðfirðingur alveg í húð og hár. Ég held verði það alltaf. Ég segi alltaf heima á Norðfjörð, alltaf. Ég var ekki betur að væri talað að hér í gamla daga þegar maður var að þvælast firðin að það væri rauð þök á öllum húsum í Neskaupstað. Já, það var rauð þök á mörgum húsum, en þau sem ekki voru rauð, þau voru bara græn. En hversu mikið í hlutfalli veit ég ekki, nákvæmlega. Voru þetta eingöngu alþýðubandalagsmenn í Neskaupstað í eina tíð? Já, ég veit ekki hvað skal segja það. Ég man eftir því þegar ég var strákur og það ætlaði maður taka sér að vera umboðsmaður fyrir Þjóðviljan. Hann hætti snarlega við það því það voru ekki nema 3 blöð sem seldust þar í öllu bæjarfélaginu. En Morgunblaðið það seldist vel þar, það veit ég. Viltu meina að menn hafi ekki verið sannir í trúnni? Það var einn maður sem sagði mér það að mesta íhald sem til var á landinu, það var íhaldið á Norðfirði. Hvort það er rétt veit ég ekki. Það er seint að afsanna það eða sanna. Já. Er ekki þessi staður svona til samkomustaður? Já, það er svona ákveðin kjarni sem að kemur hér nokkur reglulega. Kemur og fær sér kaffisópa? Kemur og fær sér kaffisópa og ræðir málin. Er það þá svona, gamlir sjóarar, svona sjósæknir menn? Já, það er nú svona, jú, bæði og, það er svona allur gangur á því. En þetta er svona fjölbreytt flóra sem kemur hér. Engin stjórnandi kaupfélags héraðsbúa átti þar eins langan feril og Þorsteinn Jónsson, sá sem ort var í bæninni sem ég fór með hér áðan,
en hún oftast eignuð séra Sigurjóni Jónsinni sem var lengi vel prestur í Kirkjubæ. Þorsteinn var 45 ár við stjórnvölinn. Hann var af Egilsstaðaættinni, sonur Jóns Bergssonar og Margrétar Pétursdóttur sem bjuggu rausnarbúi á Egilsstöðum á sínum tíma. Á valda árum Þorsteins var kaupfélagið allt í öllu vítt og breitt Austurland og áhrif Þorsteins því mikil. Hann þótti harður í horn að taka, sérstaklega við þá sem skulduðu félaginu úr hófi, en Þorsteinn var litríkur persónuleiki, glaðsinna og góður heimasækja, sögðu samferðamenn. Nú sjást merki kaupfélags héraðsbúa ekki lengur á Austurlandi. Já, það má segja það. Ég held að einu ummerkin kaupfélagið, það merkingin á gamla kaupfélaginu sem núna afgreiðslustaður enn eins. En húsið sem Þorsteinn var kenndur við, Hermes, það stendur enn? Það stendur enn og fræðslu skrifstofa. Og þú fæddur og uppalinn á Reyðarfirði? Já, ég fæddur og uppalinn hér. Eitthvað til í þessum ríg á milli staðana, Reyðarfjarðar og Eskifjarðar sérstaklega? Jú, þetta var nú hérna í gamla daga, þá var nú dálítið mikill rígur svona þegar ég var ungur maður. Og þá kannski maður var nú sérstaklega var við það í kringum eins og fótboltan og slíkt. Það var verið tekist á? Það var tekist á, já. Og ekkert gefið eftir? Ekkert gefið eftir. Þið voruð eintíma var það ekki að núa Eskfirðingu því nasið að þeir borðuðu útsæðið og nýttu hlutin ekki eins og allir skynsamir menn gerðu? Jú, það var nú eins og sagt að þeir hefðu fengið sent útsæði og girðingastöðra og gaddavir. Og þeir hefðu borðað útsæðið og klóruð sig með gaddavernum og brennt girðingastöðana. Var þá ekki metningu líka á milli Norðfirðinga og Eskfirðinga og í allir Reyðfirðinga? Ekki á milli Norðfirðinga og Reyðfirðinga, á milli Norðfirðinga og Eskfirðinga var dálítið mikið. Og þá aðalega í kringum á fótbolta. En Norðfirðinga þurfti aldrei að lúta fyrir Eskfirðingum í lærarhaldi í sambandi við fótbolta. Ég man ekki eftir því. Þá fyrir mína tíð en ég var ungur þá var aldrei. Í þá daga þá voru Norðfirðingar inni lokaðir stóran hluta af árinu. Jú, ég held að flesti vilja nú bara gleyma því einhvern veginn en það var svoleiðis, það var rétt og það var kannski lokað frá því í byrjun október og þangað til mánaðamóti maí júní. Það var eini möguleikinn það var að fara annað flugi eða þá með skipum. Það var oft erfitt. En Norðfirðingar voru bara þannig innstiltir að það var allt nóg á Norðfirði. Norðfirði bara sá sitt fólk algjörlega. Það var þannig. Yndislegt að búa á Norðfirði á þeim tíma. Hvað sögðu þá Eskfirðingar þegar þið loksins komuð yfir? Nú búið að hleypa beljónum út. Það sögðu þeir þegar við kerum í gegnum bæinn. Það var þannig. Fengum alltaf að heyra það. Kannski komið fram í byrjun júní? Já, jafnvel. Og ef við fórum í gegn þá var stundum engin hljóðkútur undir bílnum þegar við vorum búin að keyra í gegnum Eskju og okkur þótti það bara skemmtilegt. Og hverju svörðuð þið á móti þegar Eskfirðingar sögðu nú búið að hleypa kúnum út? Það má ekki segja frá því út sjónvarpið, það algjörlega bannað. Það ekki það fallegt. Það svona slæmt? Já, það það. Já, þá eru jólin gengin hjá rétt eina ferðina og 13. gleði Hattar og Fljótsdalshéraðs fór fram í gær í örlítilli rigningu og sudda. Þar voru íþróttamenn heiðraðir fyrir unnin afrek á nýliðnu ári og einnig var starfsmerki Hattar veitt. Sigurjón Bjarnason hlaut merkið fyrir ómetanlega vinnu fyrir félagið á stofnárum þess og einnig fékk Helga Alfreðsdóttir merkið fyrir vinnu sína í þágu frjálsra íþrótta. Bæði hafa þau unnið fyrir félagið í áratugi. Þeir íþróttamenn Hattar sem þóttu skara fram úr á nýliðnu ári, hver í sinni grein, voru Elín Borg Valsdóttir í blaki, Rebekka Karlsdóttir í fimleikum, Hrefna Ósk Heimisdóttir í frjálsum íþróttum
Högni Helgason í knattspyrnu, Maron Brynjar Árnason í handbolta og Þuríður Nótt Björgvinsdóttir í taekwondo. En íþróttamaður ársins hjá Hetti á síðasta ári var kjörinn körfuboltamaðurinn Eysteinn Bjarni Ævarsson. Hann hefur leikið mjög vel með meistaraflokksliði Hattar og einnig með unglinga landsliðinu. Ég vissi nú ekki af þessu sko, mér var bara satt að mæta og ég vissi náttúrulega, ég hafði náttúrulega hugmyndum að ég væri körfuboltamaður Hattar en ég vissi ekki að ég væri íþróttamaður Hattar sko. Og okkur gengur ágætlega núna sko, við erum í toppbaráttunni, það gengur bara fínt sko. Formaður Hattar var ánægður með 13. gleðina og framlegð íþróttamanna félagsins á nýliðnu ári. Þetta skiptist á skýrum skúrum eins og í öllu öðru en hérna í heildina þá var þetta bara gott ár hjá öllum deildum. Við erum sérstaklega ánægð með alþjóðlega viðurkenningu sem við fengum í tilefni hreyfivikunar eða Múvík sem við héldum hér. Þannig að þetta var bara mjög gott ár. Við erum með 9 deildir og við erum með 950 iðkendur. Barna- og unglingastarfi er sérstaklega sterkt hér og það er þetta aðalega það bara að frumkvæði foreldra og einstaklinga hérna sem heldur upp í starfinu. 2014 var ráðlega enn skemmtilega heldur en 2013. Það er afmælisár í þeirri mynd sem íþróttafélagi hefur starfað í síðustu 40 árin sem er þá í rauninni deildaskipt og við ætlum að halda allsherjar afmælishátíð seinna árinu og gefa út svona afmælisrit sem við tökum sögu félagsins sem spannar í rauninni allt til ársins 1952 þegar ungmennafélagið Höttur var stofnað.